Þetta er síða 2 í verkefni 10 á blaðsíðu F15. Ég byrja á að skrifa janúar hér og afrita mánuðina niður. Því þetta þarf að vera rétt skrifað eins og þeir eru skrifið dagana. Síðan ætlum við að setja formúlu í B5 og afrita niður og til hægri. Og þá segjum við sama sem það sem selt er af vöru A í janúar, margfalda með söluaukningu á mánuði. Hér ætlum við að ýta á F4 til að festa tilvísunina og síðan leggjum við þessa tölu. Þá fáum við beint út ekki bara aukninguna, heldur heildar söluna. Og ef þið ýtið á Ctrl og Enter, þá eru þið áfram í hólfinu, afriti niður og til hægri. Og við ætlum að setja gjaldmiðilsútlit eða íslenskar krónur á þetta svæði hér og þið farið í Number og þið veljið Currency. Í Office 2016 þar stendur K og Office 2013 stendur KR og punktur en í Office 365 stendur ESK. Það er hvort tveggja jafnrétt, þannig ef þið eru með Office 365 þá látið þið bara ESK standa eins og í bókinni, en ef þið eru með 2016 eða 2013 þá stendur bara KR og punktur. Þá fáið þið þetta svona. Síðan ætlum við að taka þetta svæði hér í blokk, copy, fara hérna í línu 8 og víxla línum og dálkum. Það kemur þetta svona. Og við ætlum að hægri stilla og feitletra fyrirsagnirnar og setja línu undir grunnlínu. Hér ætlum við að taka grunnlínurnar af, no border, taka feitletrunna af og vinstri stilla. Þá er þetta komið hér, víxluðum línum og dálkum. Ég ætla að sýna í öðru myndskeiði hvernig er reiknað út úr gengisskráningunni.